Haraldur Líndal Haraldsson, þú ert að fara að flytja ræðu á einu af þessum frægu borgarafundum á morgun og það eins og ég segi mér að við erum öll komin í einhverjar situasjónir sem við sem kannski ekki virðum í ég veit ekki hvort að þú hefur ímyndað þér að þú myndir einhvern tímann fara að halda ræður á pólitískum fundum. Nei, ég myndi ekki gera það. Þetta er kannski ekki pólitískur fundur þarna á morgun en þetta er opinn borgarafundur í Háskólabíói. Já, og þú ert búin að taka saman ansi mikil gögn, merkileg gögn af þinni hagfræði þekkingu þar sem þú segir í rauninni að Íslendingar geti ekki borgað þar sem að er lagt á fólkið og þjóðarbúið. Ég held að það sé alveg ljóst og ég bara til þess að svona aðeins í tengslum það sem hann var að segja hérna áðan að þá er verið að tala um að þegar að ástandið er svona hjá heimilunum og fyrirtækjum að þá allir ríkissjóður að fara að skuldsetja sig enn frekar til þess að borga erlendar skuldir vegna bankana sem að síðan þetta sama fólk á að borga. Og eins og hann var að tala um áðan varðandi skuldir heimilana að það er verið að tala um Icesave reikningarnir sem að er verið að tala um að ríkissjóður þurfi kannski að taka lán upp alltaf 650 milljarðar króna og borga þessum vexti. Skuldir heimila, erlendar skuldir heimilana er ekki nema 156 milljarðar. Erlendar skuldir heimilana eru 156 milljarðar en það er verið að tala um að fara að taka lán að upp á 650 milljarðar til þess að borga Icesave reikningarna. Og fólkið sem er með þessar erlendu skuldir það ætlar að reyna að glíma við þær þessar 156 milljarðar borga þeim vexti og afborganir en ríkissjóður ætlar að fara að bæta við það 650 milljarðar krónar vexti eða sem sagt vexti af 650 milljarðar. Þannig að þið sjáu hversu svona afstætt þetta er. En það sem að ég gerði í þessari grein sem þú varst að tala um að ég sem sagt skoðaði þessar erlendu skuldir íslenska þjóðarbúsins í samanburði við þjóðarframleiðslu okkar eða landsframleiðslu og þá sér maður það árin 2004 fyrir 4 árum síðan að þá var verg landframleiðsla 915 milljarðar og heildar skuldir þjóðarbúsins erlendis 1600 milljarðar. Já. En í dag, eða semst á síðasta ári, þá var þjóðarframleiðslan 1500 milljarðar en skuldirnir orðnar 12.000 milljarðar. Þannig að það er ekkert samhengi þarna í þessum vexti og ég er að tala um að verðlagi hvers árs. Já. Þannig að ef við tökum verðbólgan inn í að þá erum við að tala um að svona raunaukning þjóðarframleiðslunar er einhvers staðar kringum 10-15% þegar skuldirnir eru að 6 eða 7-faldast. Og núna er verið að tala um að ríkið sem sagt taki að láni 650 milljarðar vegna Icesave reikninga og síðan aðra eins upphæð í tengslum við aðgerðir sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að vinna með okkur í. Þetta eru 1300 milljarðar, 1300 milljarðar og pluss það að ríki og önnur fyrirtæki heldur bankarnir skulduðum 500 milljarðar fyrir falli. Þannig að við erum kannski að tala þarna um skuldsetningu sem á að fara að borga vext af upp á 1800 milljarðar. Og ef við tökum bara þennan hluta sem snýr að ríkissjóði að þá erum við kannski að tala um vexti sem að ríkissjóður þarf að borga til útlanda á næstu árum sem samsvarar einhverjum 100 milljörðum. Já, og það er engin þjóðarframleiðsla sem stendur undir þessu. Nei, og ef við bara skoðum það að til þess að borga þessa vexti þá þarf náttúrulega ríkissjóður að skera niður og hann tekur þetta ekki að láni. Og í ár er tala um 150 milljarðar króna halla á ríkissjóði. Þannig að við erum að tala um þennan niðurskurð pluss og kannski 100 milljarðar í viðbót. Þannig að þetta er náttúrulega gríðarleg afleiðing fyrir bara velferðarkerfið og aukna skatta álögur á fólk sem er svo líka standi þessu vandræðum sem hann var að fara hér í gegnum. Já. Nú segjum svo að ríkisstjórninni tækist að skera niður 100 milljarðar til að borga vexti, þá náttúrulega afborganir eftir. En þá má ekki gleyma því að þú ferð ekki út í heim og borgar vexti með íslenskum krónum. Það vil enginn taka 100 milljarðar í íslenskum krónum, það vil enginn heldur kaupa þær að þér. Nei. Þannig það er þá eina leiðin að fara að skera niður innflutning. Og við erum þá að tala eins og hefur verið undanfarin ár að við þurfum að fara að skera innflutning kannski niður 100 til 150 eða 200 milljarðar bara til þess að standa undir vöxtunum. Þannig að það þarf þá að fara að setja hér upp boð og bönn það hvað má flytja inn. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst þó að menn geti skorið niður í ríkisútgjöldum og aukið skatta sem nemur eitthvað annað 100 milljarða á ári að þá er hitt eftir að fara að skera niður innflutning. Og ég held að ef að menn er að hugsa á þessu nótu þá erum við að kalla yfir okkur algjör og stöðnun í íslensku þjóðfélagi. Þá er ekkert eftir til að byggja upp. Það er ekkert til að byggja upp og ég segi fyrir mína parta að menn verði að fara að setjast niður
og óska eftir fundum til dæmis eins og með Evrópusambandinu og öðrum þjóðum sem við skuldum og leggja þessi bara spil á borð. Þessar tölur allar til og ég skil ekki alltaf þegar vera að tala um að þessi vera að bíða eftir einhverju tölum og eins og núna að allt að stöðvast, það kemur engin nýr peningur eins og mér skildist að ríkissjóður ætlaði að leggja 385 milljarða inn í bankakerfi en það ekki, sá peningur ekki komin að ég held og það út af því að menn að bíða eftir það að vera að reikna út hverju eignir bankana. Menn þetta getur aldrei verið annað en huglægt mat og ég skil ekki eftir hverju vera að bíða, vera að bíða fram í apríl. En þú leggur sem til að við beinlínis lýsum því yfir eins og þeir gera hérna í alkoholismanum, þeir lýsa yfir hérna vannmæti sínum ekkert annað að gera og segja við getum ekki borgað þetta. Horfast í augu við vandamál. Við erum í raun og veru að tala um sama hlutin. Og ég held líka sko að ég hef verið kafað aðeins dýpra ofan þetta og mun þá koma inn á það á fundinum á morgun að sko það hefur engin spurt að því hvað hefur orðið af þessum 10.000 milljörðum. Og mér finnst eins og bæði stjórnmálamenn og útlendingar þegar þeir eru að gagna í rauninni okkur. Allir þessi peningar hafi komið hérna inn og við séum búin að vera allsherja fyllir og eyða 10.000 milljörðum á 4 árum. Sko það hefði bara ekki verið hægt þó við verið að hauga fyllir í. Þessu pening, það er ekki nema að brota þessu sem komið hingað til landsins. Hinni pening, megna að þessu eru að mér reiknast að það séu að minnsta kosti 7 til 7.500 milljarðar sem eru ekki koma aldrei til Íslands. Við samkvæmt upplýsingum á vef Seðlabankans þá eiga bankarnir í útlánum erlendis og kröfur á útlendinga 5.000 milljarða. En hvert fóru þessi peningar þá? Ég veit ekki, það þeir náttúrulega verið að skýra það hvernig þeir voru að lána. Síðan samkvæmt þessum sömu reikningum að þá kemur í ljós að bankarnir hafa verið að fjárfesta í hlutafélum sem samsvarar andvirði heillra landsframleiðslu hér á Íslandi á einu ári, 1.450 milljörðum. Það var bara að kaupa hlutabréf. Þetta stóra tölur. Já, og svo á fólki sem skuldar 156 milljarða í erlendi mynt, það er að segja heimili, það á að fara að bera þetta. Og maður getur kannski bara til þess að bera betur sama svona skuldir, að þá komi fréttum daginn að útlendingur, Robert Jenkins, að hann skuldi sem yfirdráttarreikning upp á 107 milljarða. Taki eftir, ég sagði íslensku heimili skulda 156 milljarða. Hans yfirdráttur er rúmlega 2/3 hluti af skuldum allra íslenskra heimila í útlandum. Og maður aðeins heldur áfram, það er kannski ekki rétt að vera að draga einstaklega inn, en það er náttúrulega ekki hægt annað að það liggur fyrir til þess eins og Jón Ásgeir og fyrirtæki sem honum tengjast skuldum 1.000 milljarða sem er 10% af þessum skuldum erlendis. Og svo hefur maður heldur áfram að ég var að skoða sko að heildarskuldir, allan erlendar skuldir, Orkuveitu Reykjavíkur og Landsvirkjunar eru á bilinu 500-600 milljarða. Þannig að Orkuveita Reykjavíkur og Landsvirkjun skulda 50% af því sem að fyrirtæki sem tengjast Jóni Ásgeiri skulda. Hvað var það að gera við þessa peninga? En þú leggur til, eitt af því sem leggur til er hérna að það verði stofnuð fjárfestingafélög í eigu ríkisins. Já, ég vil taka það fram að þessi grein mín var skrifuð eða birtist í fréttablaðinu 16. janúar. Þannig að þessi tillaga mín var komin áður heldur en að þessi nefnd sem var að vinna á vegum ríkisins. Það er kannski að setja hann á vefinn hjá mér? Já, þakka fyrir það. En það er rétt. Ég tel að það sé ekki skynsamlegt að bankarnir séu að stofna félög til þess að eiga og reka, eða sem stofna fasteignafélög til þess að eiga og reka fasteignir. Þarna eru ýmsir hagsmunaárekstrar sem koma upp og eins og staðan er núna að þá eru bankarnir að leysa fasteignir til sín úr þrotabúum eða sem sagt á þröskuldi þessi félög að fara í þrot og þau eru svo að fara að kaupa út úr þessum búum, þannig að faktist eru bankarnir bæði seljendur og kaupendur af þessum eignum og svo líka ætlar að fara að reka þetta. Og það sem ég segi sé miklu skynsamlegra og sem hefur komið fram þessi tillaga að ríkið stofni sjálft svona félög, auðvitað er þá möguleiki líka lífeyrissjóður og almenningur getur komið sem hluthafar í slíkum félögum. Nú kemur til dæmis Vilhjálmur Egilsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og hann mótmælir því mjög harðlega að það verði að eignir verði settar inn í félög á vegum ríkisins. Já, ég get alveg verið sammála um það. Þetta er bara spurning útfærslu. Það er hægt að fara á stað, ríkið fer á stað með þetta með þessum hætti, en ég held að það sé miklu auðveldara fyrir lífeyrissjóðina til dæmis til þess að koma slíku félagi í sameign með ríkinu beint heldur en í sameign með bönkunum og síðan getur almenningur líka og fyrirtæki líka komið að þessu félögum, en það verður búið til einhverja ákveðna reglur um það hvernig þessi félög kaupa eignir af bönkunum.